Girl. Það komin nýtt ár, 2026. Gleðilegt nýtt ár, everybody. Gleðilegt ár. Og þetta fyrsti þáttur ársins. Já. Þannig. Það búið að vera bara mikið að gera á. Já, algjörlega. Það byrja vel og... Já, svona ágætlega. Ég reynda búin að eitthvað las einu og þannig að fekk COVID. Nei! Jú, andjókt. Þú sagði það ekki? Nei, fekk COVID. Mjög skemmtilegt, en ég meina ég var að lasa nýra einn dag, þetta var bara flensa og eitthvað. En þetta þá ekki fyrsta sinn sem þú veist af því að þú ert með COVID? Nei, annars geti. Fekk COVID þarna, manstu eftir Rottweiler þarna í fyrra. Hitt fyrra, já. Já. Ok. Já, Templies, ég meiti hitt í fyrra. Man bara hvað, what? 2025 og já, akkurat 2024 var það. Insane. God damn. Já, en allar áttum þessi núna, engin lasin, allt að gerast. Frábært. Yes, og hvað ætlum við að ræða í þessum þætti? Við ætlum að tala markmið fyrir 2026. Já, raunhæf markmið. Skrítið að segja 2006. Já, þetta svona, hefurðu pæltið, þú veist, þegar maður að skrifa blað og eitthvað svona, það kemur maður að skrifa, þú veist, dagsetning og bara, maður að skrifa 2026 núna. Já, mér svo stuð sem ég var að gera 2001. Já. Þú veist, bara, hvað? Það er náttúrulega bara COVID-árin voru ekki til. Nei. Það eru 7 ár síðan COVID var. Sko, tæknilega sé það 6. Þú veist, af því að sem kom til Íslands. Nei, það eru 6 ár, já. En það byrjaði í desember í Wuhan, í Kína eða whatever, í november 2019. Þannig að það er eiginlega bara, þú veist, það var eitthvað, einhver sem var pínu að lengja bóan hana. Já, alveg bara það for the social media og whatever. Það er ekki, it's insane. En það er samt óslega langt síðan. Mér finnst þetta einhvern veginn svona, eins og þetta séu svona 3 ár. Þú veist, ef þú tekur bara árin, þá er það 7 ár, skilur við. En í rauninni er það bara 6 ár og 3 mánuðir eða 2. Já, akkurat. Insane. En ég meina, þetta we move on. Já, nákvæmlega. Þetta er bara lífið snýst ekkert einhver veikindi og eitthvað, við viljum það ekkert. Nei. Þannig að við ætlum bara að upp and og gera eitthvað skemmtilegt. Og tala markmið og þá raunhæf markmið. Raunhæf markmið. Hvernig á að setja sér raunhæf markmið, þú veist, af því að maður getur verið bara, maður langar að gera þetta, en þú veist, er það raunhæft, skilur, þú veist, og svo spurðum við inn á Instagram ykkur ykkar markmið fyrir 2026 og tókum fyrir nokkur svona skemmtileg sem við vildum spjalla betur og kannski gefa okkar teika á því hvernig er hægt að framkvæma þau markmið. Akkurat. Ég gerði svona vision board í fyrra. Já, það er geðveikt sniðugt. Og ég myndi segja að allt nema 2 hafi í rauninni bara come true. Já. Geðveikt. Og þú veist, í rauninni það sem að ég var eiginlega alveg viss sem að yrði 100%, það var það ekki. Já, ok. Þannig ég var bara svona, interesting take. Já, en spurningum hvort það hafi verið svona að þú hafi viljað of mikið, skilur, að því að stundum er það svona, þú veist, ef þú ert í wanting state, þá verður ekki af því, þannig að þetta er meira svona að þú þarft að implementa það sem þú ert að manifesta að vera í því steitið að þú áttar nú þegar og þú viljið bara fá meira af því eða þú veist, meira svona better versions of it. Þetta var basically bara, þú veist, mamma var 60 í september og við ætlum að fara í siglingu. Já. Og það var alltaf á planinu, nema svo bara einhvern veginn ferðaskrifstofan sem við ætlum að plana hjá var alltaf að, þú veist, draga þetta bara, já, ferðirnar koma inn hérna bara í ágúst, alveg bara, þú veist, ágúst og ferðirnar er að koma hvað í október, þú veist. Og svo alltaf bara hvað september og þá bara, heyrðu, það komaðist enga ferðir núna af því að það er hurricane season. Já. En ég meina, ok, ég veit það var, og mamma var líka bara, heyrðu, þetta var greinilega bara ekki meant to be akkurat á þetta season. Af því svo kom bara biluð hurricane season og hellingadrasli eyðilagðist og það sem við ætlum að vera. Já, þannig að þetta var the universe telling you no, not today, þegar þið eru að fara, það er samt gott, það er svona good signs, þannig að verður maður líka bara go with flow í staðinn fyrir því að það kannski ítt á það bara, við ætlum víst að fara og svo þegar lendi einhverju hurricane seasoni, það hefur verið hræðilegt. En þú veist, við förum alveg, en bara ekki at this point. Nei, bara ekki núna, þá bara kemur það seinna. Soon, en já, það er ógeðslega sniðugt fyrst mér að gera vision boards, af því að þú veist, þá ertu með þetta svona sjónrænt fyrir fram að þig, það sem þig langar og þú sér þetta hverjum einn stegi, af því stundum er maður með einhver ákveðið markmið og maður einhvern veginn svona gleymir þeim í bara öllu umstanginu og öllu sem er að gerast og þá einhvern veginn held ég bara að ef maður er með þetta fyrir framan sig, ef maður sjáu svolítið betur svona hvað það er sem maður er að reyna að manifesta og reyna að koma. Er eitthvað íslenskt orð fyrir að manifesta? Nei, ég held ekki. Þú veist, það er svo mikið í þessum geira sem heitir manifestation, affirmations og eitthvað sem er bara ekkert sem er ekki beint svona íslenska. Nei. Þú veist, ég veit ekki, þú veist, maður sjálf bara að manifesta og þú veist, er ekki bara svona,
að það engin svona, ekki nema við sem bara, þið megið senda okkur, þið viti orðið, því ég ekki með það akkurat núna, sko. Já, við þurfum eitthvað að skoða þetta, þurfum að fara að búa til orðin. En þetta eins og því ég gerir kærleiksspilin, að það var ekki til neitt orð fyrir affirmation spil. Það var þetta bara kærleiksspil. Það var þetta bara kærleiksspilin, að þú veist, affirmations náttúrulega bara svona að affirma, þú veist, ég I am, en það ekki íslenskt orð yfir einhvern veginn það, finnst mér. Ég bara sammála. Við þurfum að búa til orð. Já. Ef að búa til orð, bara fyrir okkur og þáttinn. Do it, já. Finnum það seinna. En já, þú með eitthvað markmið fyrir 2026? Já, ég með ákveðið svona persónuleg markmið í rauninni, þú veist, sem ég ætla kannski ekki að fara nánar út í. Eitthvað sem halda bara fyrir þig svolítið. Já, en ég get sagt að það þú veist, vinnulega séð. Það í rauninni bara hvar ég vil, þú veist, hversu mikil verkefni í fasteignabransanum ég vil ná að þú veist, taka að mér og þú veist, ég held að það sé bara mjög raunhæft og ég náttúrulega með ákveðið markmið sem ég sé podcastu okkar fara og ég held að þú sett með nákvæmlega sama, þú veist, ég sé það alveg fyrir mér fara á, þú veist, eins og það að við sem komin á í rauninni stað þar sem við getum fengið þriðja aðilann inn í spjall. Já, það var svolítið sem við ætlum að planið. okkur að núna og sponsum, af því við höfum ekki viljað vera í rauninni minninu sponsa þannig. Nei, við erum svona að spjalla við nokkra aðila, þannig að þetta svona allt in the works. Og svo náttúrulega bara, þú veist, maður með ákveðin manifestations varandi personal love life. Ég veit ekki hvað ég segja. Þú þarft að vera með það til að, you don't settle bara fyrir hvað sem Maður opinn fyrir ákveðinu, og maður vill bara, þú veist, bara set your goals high, þannig að vera, það ekkert bara ekkert kjaftaði bara, ég læti standa við það, sko, ég passa upp á mína, sko. Þannig að ég bara, oh no, red flag, I will clock it, sko. Já, nei, ég held að ég var bara sjálf, búin að henda mér út gluggan og ég þarf þess ef við fyrsta red flag, sko. Hell yeah. Það er alltaf engin fullkomin, en þú veist. Nei, þú veist hvað vilt ekki. Of course. En já, ég held að það sé svona, og jú, reyndar ég er með ákveðin markmið í ræktinni líka. Já. Og mér langar að, þú veist, make that booty bigger. Já, það ekki alltaf planið? Ég er bara svona. Já, minna, þú veist, það er alltaf gaman að vera með stórt raskat. Já. Þannig að það er skemmtilega. Það er vöðvinn sem er skemmtilegast að stækka þegar maður stelpa, myndi ég allavega segja. Já, og bara, þú veist, græna mitti og minnka 40% þar. Eða, þú veist, maður getur það alltaf ekki bara þar, þetta er bara svona overall. Bara liða vel með sjálfan sig og líta vel út, þú veist, upp á sínum standardum bara, skiljum. Maður sé með sín personal goals, skakvart í hvernig við viljum líta út fyrir okkur, skiljum við, þú veist, og ekki eitthvað social standards. Nei. Við viljum líta út á ákveðin á þetta því að okkur líði vel þannig og það lukkar vel, þú veist, við getum bara að henda okkur eitthvað BBL, skilur við, eitthvað. Nei, en no hate af þeir sem að vilja gera það, þú veist, bara you do you, en það er bara hættulegt og allt það, en þú veist, you take your own risks. Já, ég veit ekki, minnst líka bara svona að því að þú veist, þú getur gert þetta náttúrulega, þú getur stækkað í ræktinni, skilur náttúrulega og þú veist, það er alveg bara... Mér persónulega finnst það líka flottar lúk, af því að sko lúkinn þar sem þú ert búin að fara í BBL, það er öðruvísi. Það er svolítið svona fitu... Já, þú veist, þú færð ekki, sko ég persónulega fíla hip dip, skilur við, af því að hip dip fyrir mér sýnir að þú ert í rauninni með granna líkamsbyggingu, en þá er vöðvinn farin að poppa út á hliðinni og ég vil sjá stefnuljósin sem búa til hip dipið. Það, veist, ég skil ekki fólk sem vill actually fylla inn í það. Já, en síðan er einmitt bara ótrúlega svona personal, bara hvað fólk vill og hvað fólk fílar og eins og segja, þú veist, bæði, þú veist, hvað standard þú hefur, skilur, með hvernig þú vilt að maginn líti út eða hvernig þú vilt líti út, skilur, þú veist, og ég meina, sumir vilja bara, þú veist, big overall, sumir vilja small overall, sumir vilja vöðva, sumir vilja, þú veist, þannig að bara fólk er alls konar, en það er bara kannski okkar standardi, menn ég er líka eins og þú, minnst vöðvar fallegir, minnst, þú veist, fallegra þegar maður er meira tónd og, þú veist, sterklega byggður. Já, að þau eru líka bara minnst einhvern veginn svona healthy look, er bara overall verið flott, skilju. Minnst, við erum ekki tala um eitthvað svona, þú veist, unhealthy, þú veist, vöðvar eru líka til, þú veist, það er bara svona að fólk sé bara að gera hlutina rétt og healthy, skilju, þannig að líði vel, það er the goals. Já, en þitt, hvað er þín gól? Sko, ég hef bara svona upp á síðkastið ákveðið að setja mér engin svona ákveðin markmið, eitthvað svona, ekkert eitthvað, þú veist, ekkert eitthvað svona sérstakt, heldur bara svona overall bara hamingjusum og þú veist, að mér líði vel og bara að því að maður er búin að vera í mikilli andlegri svona vinnu með sjálfan sig og líkamlegri,
að það einhvern veginn bara halda ég áfram. Bara, þú veist, ég er svona, ég komin gott ról, þú veist, mér líður andlega og líkamlega vel og mér langar bara einhvern veginn að halda áfram, þú veist, keep showing up og þú veist, og halda áfram að gera mitt besta og svona alltaf auðvitað með bara svona einmitt persónulega goals og svona hluti sem maður vill kannski ná fram, þú veist, bara svona setna, þú veist, í fjölskyldulífinu og þú veist, með makanum og já, bara svona alls konar sem við erum að stefna að gera saman kannski líka bara, þú veist, sem einhvern veginn svona bara, þú veist, hlutir sem við erum með bara svona í okkar svona vision board, skilur. By the way, ég man eftir í áramótaskaupinu. Ég er að segja Oh my god, sáu þið kettlinguna í áramótaskaupinu eða ég kom í svona hálfa sekundi. Já, ég var bara, hérna! En hérna, þú veist, já, ég meina kannski reyna að setja ykkur gól líka að fara að leika meira og... Já, það er náttúrulega alltaf markmið að reyna kannski að koma sér aðeins meira framfærir, þú veist, í leiklistinu og svona, ég bara er ekki búin að vera að sækjast ná mikið í það og þú veist, búin að vera í einhverjum svona auglýsingum og eitthvað svona hér og þar og þú veist, eitthvað sem að, þú veist, er sýnt hér, þú veist, eitthvað svona lítið bara og eitthvað sem verður sýnt seinna og svona, þú veist, þannig að kannski sjá þig kettluna einhvers staðar, aldrei að vita, en já, þannig að kannski meira þar en það er bara svona, já, það er náttúrulega svo mikið happ og glapp með kvikmyndageirann og já, þannig að við sjáum til. En ég meina, þú veist, maður reynir að höstla. Algjörlega, Keep going. það er svolítið svoleiðis, það er bara, einmitt, það er bara ekki, það er ekki, hvað segir maður svona, það er bara ekki hægt að vera steady leikari 24/7 á Íslandi. Þú veist, það eru mjög fáir sem getur gert það, bara verið það með bara atvinnuna sína 100% þarna. Einmitt. Þannig að það er einhvern veginn og sérstaklega þegar maður er komið með börn og heimili og svona, þú veist, það er svolítið erfitt að einbeita sig bara á því. En sjálfsög, já, maður þarf svolítið að svona eins og þetta með mig og söngin. Ég líka, einmitt gleymdi að segja það, ég er alveg með smá markmið þar líka sem ég ætla ekki að revíla. nei, akkurat. En þú veist, maður þarf eiginlega svolítið að bara svona alltaf að vera með það samt svona í hverju viku líka hvar ætlar að reyna að pota því að inn í rútínuna hérna að reyna að halda í gangandi og það er bara að svipa og þú veist þegar ég byrjaði í fasteignabransanum að því ég var líka í öðrum vinnum með og þú veist er að gera fullt af öðrum hlutum en maður þarf alltaf að muna eftir ég að rækta það líka skilur. Já, akkurat, gera það sem er svona sem lætur mann blómstra innan Já, og gerir svona, meira fyrir mann bara andlega og... Já, bara þú veist hvar er gólið skilur, hvar sér maður sjálfan sig þú veist, í framtíðinni ef þú mætti bara ráða ef þú væri bara að fá að vinna og blómstra á einu sviði og það væri nóg fyrir þú þarft ekki að vera að höstla í 3 vinnum til þess að lifa af skilur og bara hvar vil ég vera ok, ég sé það fyrir mér þarna og þá ætlum ég að stefna að því og geta þú dömpað hinu bara þú veist og ég meina, þú veist, ef svo vill til að þú veist að þú lendir í það bara eitthvað að vera bara major singer og ég verði bara major leikur einhvern tímann þá bara gerist það, skilur. Við leiðum bara the universe go the way, skilur, sem það fer. Og, en ég meina, af hverju ætti þú ekki alveg geta að lenda í einhverju geggjuðu hlutverki, bara alveg svo leikararnir í Stranger Things. Ég var að horfa á þarna Making of á Netflix, og ógeðslega gaman, þú veist, því bara hvernig þú veist þau byrjuðu og bara, þú veist, bara random fólk. Ég veit að, þú veist, auðvitað, ég meina, allir leikarar eru tæknilega sér random fólk, skilur, þú veist, og ég meina... Það er ekki allir sem eru búin að fara eitthvað fancy leiklistaskóla eitthvað staðar og eitthvað svona. En síðan líka bara, þú veist, sem kemur oft svona big break, skilur, þú veist, það er bara eins og maður hugsa leikarna í Game of Thrones og Stranger Things og þetta er svona fólk sem hefur kannski fengið bara eitthvað eitt stórt break og þá bara fær það hlutverk út frá því, þú veist, á líka alveg við Ísland og já, það er bara... Það var svo mikið líka svona að koma sér inn í þú veist, að tengjast fólki og búið til tengslanir innan bransans. Já, það er náttúrulega svo mikið klíkuskapur í Íslandi, það er svona ástæða fyrir kannski eru margir sömu leikarar og svona. En ég meina, þú veist, það er náttúrulega bara líka því að leikararnir eru góðir og þú veist, þá náttúrulega gengum vel. Þannig að það er bara, ég veit, maður þarf kannski bara að fá eitthvað eitt sem að maður svona næra sanna sig og þá kannski gerist eitthvað. Og, meina, en þá þarf maður líka bara... Þú þurft að koma í einhverja mynd hjá Baltasari. Baltasari, hefur þetta að hlusta? Call me. Pottþétt að hlusta podcastið okkar, mér finnst mjög ólíklegt að hann sé ekki gera það. Þú veist, eða þá svona þætti eins og Vikings eða eitthvað, þú veist. Ég meina, þú veist, ég er opin fyrir öllu, guys, call me up. Nákvæmlega. En nei, þú veist, það væri gaman, að bara, maður þarf einhvern veginn að fara að setja sig meira out there og vera meira opin bara held ég, fyrir þessu. Já. En ef að fara yfir það sem fólk er búið að senda inn á Insta hjá okkur. Yes, let's do it. Sjá hvað þið hafið að segja hérna. Fyrsta til dæmis þá var markmiðið 2026 að hætta að borða nammi. Og... Já, var þetta eitthvað sem setti inn? Já. Já. Og... Ok, sorry, mér finnst það óraunhæft. Sko, já, það að hætta að borða nammi. Já, þú veist, þetta er, sorry, nammi er bara hluti af the culture, þú veist, þannig að það er alveg erfitt að bara eitthvað
hætta því alveg, en auðvitað you do you, en ég er bara að segja eins og fyrir mig, ég myndi byrja þetta á því að ég ætla að borða nammi á 1 dag í viku og ég ætla að reyna að halda mig bara við laugardaga, en ef það, þú veist, kemur tilfallandi, hérna mér er boðið í veislu á sunnudegi eða frekar eða eitthvað svona, að reyna þá að stíla frekar inn á þar. Já, akkurat, eða líka bara, þú veist, að setja þessi boð og bönn er alltaf svo slæmt, af því að þá einhvern veginn... Það fer í undirmeðvitundinni að hugsa, mér langar meira í þetta því ég má það ekki. Já, eða þá bara, ef þú ert alltaf að hugsa þú veist, ég má ekki fá mér súkkulaði, má ekki fá mér súkkulaði, má ekki fá mér súkkulaði, þú fara að fá þér súkkulaði. Já. Þú veist, af því þú ert alltaf að hugsa súkkulaði og þetta er einmitt svona... En ef þú ert að hugsa, ég veit ég má fá mér súkkulaði, en þá er ég samt að fara, þú veist, eyðileggja öll mín markmið og það sem ég langar að gera. Af hverju ekki frekar bara, ok, ég get fengið mig þá, þú veist, bláber og skyr og smá eitthvað yfir eins og hérna hnetusmjör eða hvað heitir aftur? Hérna honey? Já, hunang. Hunang, já. Honey. Afsakið. En hérna, líka bara þú veist að því að sykur er ávinnubindi og þú veist alveg að þegar þú ferð í bara sykurkött, þú ferð bara í hérna svona withdrawal, eða fráhvörf, já, og þú fær bara hausverk og alls konar og þetta er bara viðbjöður. Já. Og hérna, þannig ég segi alltaf bara frekar myndi ég bara minnka sykurinn og ég myndi, þú veist, og ef þú tekur hann alveg út, það er bara geggjað, en þú veist, það er hægt að hafa eitthvað svona annað auka, þú veist, þú getur keypt þér sykurlaust nammi eða fara út í eitthvað svona, þú veist, bara svona skipti út fyrir eitthvað annað og farið, þú veist, bara valið the better choice. Það er nefnilega lykilatriði, af því að þetta er bara eitthvað sem þú elskar að bara kötta alveg út úr lífinu einu. Já, það er erfitt, sko. Það er eiginlega bara óraunhæft og er ekki hægt. Já, og líka bara hversu leiðilegt. Já, þú veist, þetta er svona... með eitthvað svona, þú veist, ég elska að gera þetta en ég ætla að hætta þessu, þetta er ekki gott fyrir mig. En maður er bara eitthvað, en ég meina, þú veist, það er live-little og þú veist alveg að aldrei að fara að hætta að borða nammi bara eilífur, skilur. Nei, þannig að þú veist, fyndu hollari kostin, þannig að í staðinn fyrir að borða nammi á kvöldin, búið til, eða keyptu 70% súkkulaði, ef þið finnst það ógeðslega vont, mattsaðu það þá kannski með, þú veist, þú getur keypt þér prótínduft eða eitthvað, sett það út í skerið, mulið súkkulaði yfir eða sett það í örbylgju og brætta, það verður oft betra. Já. Og setja bláber eitthvað með og hunang. Ég elska hunang. Prófið að nota það í staðinn, það er svo sætt, en það er gott fyrir mann. Og það er líka bara komið svo mikið annað svona sem þú getur notað sem er sykurlaust eða þú veist. En svo náttúrulega aspartami er ekki gott, þannig að þú veist, við skulum reyna að sleppa því. Nei, en það er náttúrulega hægt að taka stefíu eða þú veist, eitthvað annað. Það er alveg... Pepsi Max, þú veist, það er örugglega bara meira krabbameinsvaldandi heldur en alvöru Pepsi, sko. Já, það er reyndar skipta skoðunar. Ég er búin að segja alls konar sko þetta, aspartami sé ekkert endilega eins slæmt fólk heldur, en ég meina, þú veist, við skulum bara fara út í þá sálma seinna. Já, ég myndi allavega persónulega þá frekar reyna að fara út í Kristall eða eitthvað svoleiðis heldur en að vera í Pepsi Maxinu. Ég tók einmitt líka það þegar ég var svona að minnka gósi hjá mér, þá fór ég alltaf að drekka Kristall í staðinn og það hjálpaði mér gef mikið, það var svona bara, mér fekk búblurnar og svona gósið. Og líka prófa að blanda 50-50 vatn og Kristall, bara til þess að, þú veist, reyna að koma út í að drekka meira vatn, ekki bara kolsýrt vatn, því það er ekki hollt að drekka bara kolsýrt vatn. En kolsýrt vatn er ekkert slæmt. Nei, en það er samt ekki hollt í miklu magni. Fyrir inneflin, í alvörunni. Já. Okay. Og hérna, þú veist, bara það er miklu hollara að drekka bara venjulegt vatn við helst í stofuhita, ekki og kalt. Já, af því að þú veist, þá fyrir líka mann að vinna meira og eitthvað. Já, akkurat. Þannig að ég gerði það rosa mikið þegar ég var bara að blanda smá Kristall út í vatni til að fá smá bragð, en þá leið mér betur að því, þú veist. En það er samt ekkert betra en bara ískalt vatn, ískaldur Kristall, þetta er bara, I love it. Æ, fuck it, lefum líka að vinna fyrir þessu. En ég mynd, svo er það bara svona, maður verður líka að velja og hafna. Já, það er eitthvað sem mann finnst gott, að leyfa sér það í hófi og... En þú veist að til fólk aldrei sem drekkur aldrei vatn. Það er galið. Ég bara, hvernig er það á lífi? Það er náttúrulega vatn í þeim sem neði vatn í kaffi. Já, en kaffi er samt vatnslosandi, en það vinnur á móti. Þetta er eitthvað svona, það minnka magnesíumið í líkamanum, eða dregur úr magnesíu upptöku og eitthvað. Og svo eins og það tala að það er fólk sem heldur að kaffi sé til dæmis hægðarlósandi, en það er ekki beint kaffi sem er hægðarlósandi, heldur ítir eitthvað svona undir örfunina á próstatinu með eitthvað, bara svona svo fólk vitið. Basically hægðarlósandi. Samt ekki hægðarlósandi. Coffee works. En það virkar samt í alveg, já, I know, en þetta er samt fyndið, það er ekkert lactate, þú veist hvað, það er svona laxative í þessu, skilur. Já, nei, akkurat. Lactate, bara mjólk hérna. Ég meina, þú veist, já.
er ekki svipað á með, þú veist, þessu líka, það er alltaf talað að tyggjó, þú veist, það er rauninni bara, þú veist, það þömbar maga meira. Já, en það held ég bara að því að þú ert alltaf að tyggja og ert aldrei að borða neitt. Já, en það er líka xylitolið í því. Það? Já. Þannig að, þú veist, ég man bara þegar ég niðurskori og ég var bara eitthvað að fríka út yfir námið þegar og ég var bara með heila tyggjubakka og ég var alltaf bara að tyggja og, þú veist, endalaust og svo einhvern veginn var maginn alltaf bara fullu og ég svona vaknaði líka eitthvað óþægilega. Aldrei að borða neitt? Já, þú veist, ég var alltaf að borða máltíðina mínar á 20 fresti en ég man að Konni sagði við mig bara eitthvað, já, þú voru að fara að slaka þess á þessi tyggjói. Þú veist, af því að það er ekki gott að fá svo mikið xylitol. Ég eitthvað, Já. Og ég man að maginn minn var, þú veist, svona út þannig, já, af því ég þurfti að passa að halda, þú veist, maðurum tætt, skilurðu. Já, akkurat fyrir fitnessi. Já, þannig að það er ýmislegt svona sem maður var ekkert að pæla í. Nei, og maður heldur að sé ekkert eitthvað slæmt af því að bara ég ætla bara að tyggja og við, þú veist, sem einhverju cravings eða eitthvað, en þá ferðu kannski bara uppþembu út af því að þú ert að tyggja endalaust og ert, fá xylitol og eitthvað. Já. Þannig að, já, það er alls konar, sko. Það er svona, fyndið líka bara hvað mikið sem maður svona heldur að ekkert rosa mikil áhrif á mann en hefur svona ógeðslega mikil áhrif. Þannig að það er bara svona partur af þessu. En já, þannig að við mælum ekki með að kötta út sigurinn, kannski bara minnka hann. Og finna eitthvað í staðinn. Já, fá sér eitthvað annað í staðinn, finna einhverja svona substitút á sigri eða þú veist, eitthvað svona, bara, og þú veist, veljið bara svona hollari kostin, þú veist, ef þið getið það. Það er svo mikið annað. Þú veist hvað, takk marga daga að ná rútínu upp, þú veist. Þannig að gefa ykkur alveg mánu í það bara að reyna að, þú veist, ekki það að mér finnst svona lífstílsbreytingarlega séð, finnst mér þetta búið að taka mörg ár hjá mér, sko. Já, maður þarf líka bara svolítið að finna sinn rytma í þessu, skilju, þú veist, bara finna hvað virkar fyrir sig. Þú veist, þetta er eins og bara, ég er alltaf með saman morgunmatinn, ég er alltaf bara með egg, boost og 5 stundum vöfflu og ef ég með vöffluna, þá set ég alltaf svona karamellu svona síróp yfir. Já, með engu sykri, fitness. Já, þannig að það er svona einmitt, hollari kosturinn í staðan fyrir að setja eins og bara eitthvað karamellusósu eða bara síróp. Eða síróp bara, já. Sem er náttúrulega bara miklu óhollara. Ég myndi nota hunang. Já, það er auðvitað gott líka. Þetta er bara svo ógeðslega gott, þannig ég leyfi mér það. Þetta bara, ég fæ mér svona smá slefa af þessu okkur mér sniðina, who cares. En svo fæ ég mér ekki einu svona alltaf vöfflur, stundum fæ ég mér bara egg og boost. Já. Reynir stundum að kötta vöffluna, en... Hvaða vöfflur ertu það? Eða gerir það sjálfur, ertu að kaupa... Nei, ég kaupa bara svona frosnar vöfflur. Já, hringlóttu? Já. Með svona blueberry og eitthvað. Nei, það? Er ekki allar vöfflur hringlóttar? Nei, eru ferkantar, þú færið vöfflu og svona... Já, það verður svona hjarta. En jú, þessar hringlóttar. Já. Nei, að því mér finnst flestar vöfflur sem þú færið, þú veist, þess að þú færið á Pure Deli eitthvað og færið helgarbrönsið, þá færið alltaf svona ferkantar stóra vöfflu, svona Belgian vöfflu. En allavega vöffluna sem er helgarbyr svona hringlóttar með svona blueberry og eitthvað, minnst það ekki eitthvað góðar. Já, það er ógeðslega góðar. Ég fæ mér einmitt stundum þannig og svo stundum er einhver aðri í krónu líka. Þetta er ekkert eitthvað svona, ekkert sérstætt, sko. En já, svo er næsta hérna sem einhver sendi inn. Að fara oftar í ræktina árið 2006. Það er náttúrulega bara sést í janúar að allir vilja fara oftar í ræktina. Gríns, þetta er svona kast, sko. Það er líka, sko, hvernig til dæmis er hægt að viðhalda því? Þú veist, að vera ekki manneskja sem actually hættir. Fer bara í janúar og hættir. Þú veist, þú er svo margir þar. Já, af því að þú veist, þeir eru bara eitthvað að fara hverjum degi og svo fá það ógeð. Já. Þannig að ég myndi bæta við svona kannski einum degi. Já. Þú veist, bara eitthvað, ég var vön að fara 2 í viku eða aldrei. Ef ég væri aldrei búin að vera að fara í ræktina, þá myndi ég leggja mér það markmið að fara 1 til 2. Byrja þar, bara alls ekki á geist, sko. Mér finnst líka svo gott að hafa í huga með að fara í ræktina. Þegar fólk að fer inn í ræktina, það er svolítið svona eins og bara, þú veist, illa að gera hlutur og það veit ekki hvað að gera og það bara svona byrja kannski á einhverju, fylgist með einhverju sem einhver annar gera að búið sig á netinu. Ég myndi alltaf segja, þú veist, fá einhvern til að hjálpa ykkur á tækin og sýna ykkur hvað ég að gera eða ég myndi bara YouTube eða Instagram, finna hvaða æfingar þið að gera til að targeta hvaða vöðva og hvað, þú veist, hvað ykkar gól er í ræktinni. Já. Og síðan myndi ég líka segja bara svona, finniði gymið ykkar sem er ykkar home. Já. Af því að fyrst þegar maður kemur í ræktina þá er maður svolítið bara svona, ég veit ekki alveg hvað ég að gera, en þegar einhvern veginn maður er búin að finna svona sitt space, þá er maður bara ég á heima hérna, ég ætla að taka þessa lóð og ég ætla að fyrir þetta tæki og þú veist, maður er svolítið bara svona, þú veist, ég á heima hér. Já. En þegar maður kemur fyrst skipt, þú veist, mér er svo bara,
ég ennþá þannig ef ég fer, þú veist, til útlanda, ég fer einhver rækt ég veit ekki hvað neitt og ég veit ekki hvað þetta og þú veist, tækin eru ógeðslega mismunandi með við, þú veist, gym sem maður fer í. Já. Og ég byrja alltaf á því að labba hring og skoða. Já, það er ógeðslega sniðugt, bara svona hvar allt er. Já, og bara einhvern veginn svona, koma sér svona, en þú veist, það er auðvitað bara með tímanum, skilur, eitthvað sem maður er búin að læra að gera, en ég skili samt að því að ég vel alltaf sömu ræktarnar. Þú veist, ef ég fyrir vörklass, þá vel ég ákveðnar vörklassræktir fram með aðrar og eins í Katla. Þannig að, ég, þú veist, og líka bara að, það er alltaf einhver sem að vinnur, einhver þjálfari eitthvað sem vinnur á vegum, stöðvana sem að eru í því að hjálpa fólki sem biðja það og það er líka bara slæmt að þú veist gera einhver æfingar vitlaust. Já, það er rosa slæmt og það náttúrulega getur bara, þú veist, eitthvað svona pull something eða þú veist, verið eitthvað sem að getur bara skemmt eitthvað frekar. Já, mér finnst ég sjá rosa mikið allir með þess að ungum strákum sem eru að byrja að æfa. Já, verið lyfta vitlaust. Bara svo innilega og ég fæ bara svona, þú veist, það er ég ætla ekki að vera típan sem að lappar upp að þeim og bara sko, strákar, ég er með þetta hérna, sko. Nei, maður ætlar ekki að vera svo típa, ég ætla ekki að vera svo típa. En ég fæ samt svona alveg, þú veist, bara svona, Að þetta er líka bara miklu, þú veist, meira næs að þú ætlar actually að leggja það fram og vera effektiv í ræktinni, að gera hlutina rétt, til þess að actually fá benefitið úr ræktinni sem þú leitast eftir. Líka bara hvernig ætlar að, þú veist, verða góður í einhverju, Þú ert að gera vitlaust. Já, og líka bara svona ef þú vilt ekki reyna allt sem þú getur til þess að afla eins mikla upplýsinga og getur ákveðið topic. Algjörlega. Þannig að ég segi líka bara alltaf, þú veist, bara do your research áður en fyrir að gera eitthvað. Þótt að sé ræktinni hvað sem er og líka bara, þú veist, til að ná maximum árangri í ræktinni og maður er alltaf að læra. Já. Veist, bara hvað er after the saying? Bara when you think you know everything, þú veist, þá er það actually þá ertu stop growing eða þú veist. Já, þú veist það bara, þú veist, bollin má aldrei vera fullur. Nei, það er alltaf pláss til þess að, þú veist, þess vegna líka segja mjög mikið af svona public speakers, eða motivational speakers, þeir segja oft bara svona, þú veist, það er alltaf rúm fyrir að fara á, þú veist, svona, á herra plan. Eða þú veist, já, það er alltaf hægt að fara á námskeið online eða eitthvað svona hjá öðrum og bara svona getur alltaf lært eitthvað meira frá fleiri aðilum. Og það er líka alltaf, þú veist, eitthvað meira að læra okkur minnst degi, þú veist, þannig séð, af því að ég er ennþá að skoða myndböndi, þú veist, að fólki í ræktin að gera, þú veist, ákveðnar æfingar, aðeins öðruvísi, smá svona, þú veist, að breyta aðeins til hérna og þú veist, og maður er eitthvað svona, ok, ég ætla að prófa þetta næst, þú veist, og þá er svona verið að útskýra af hverju það er effektiv og snúa aðeins líkamsstöðunni svona, þetta gerir þetta aðeins erfiðara. Þú veist, bara, þetta er óslega interesting og mér finnst þetta skemmtilegt og gerið þið líka bara æfingarnar eitthvað skemmtilegar. Okay, og þetta farið tíma, en maður vill það frekar skoða það. Já, farið í einhverju svona hot yoga eða þú veist, eða bara fitt tíma einhverju svona sem eru með öðru fólki, en þú veist, síðan ekkert allir þar. Ég fíla til dæmis bara mest að vera ein í ræktinni. Já, ég líka, klárlega. Líður best, þannig þetta er bara svona mitt zone bara sem ég fer í. En setið bara góð tónlist á og bara hvernig verður það? Ef þú ert konsistent í ræktinni, þú byrjar að finna og sjá mun eftir svona 2 vikur. Fólk í kringum þig fer oftast að sjá mun á þér eftir svona 4 vikur. Já. En það er þá að þú ert konsistent og ert duglegur að gera það sem... kemur líka mataræði svolítið með því, myndi ég segja. Þegar maður einhvern veginn byrjar að æfa, þá verður þetta líka svo mikið svona að mér langar að borða holt af því að ég er að gera hitt. Og ég held að svona virki both ways, skilju. Líka bara að því að sko, manni líður svo illa þegar maður er búin að sökka. Já, maður verður bara þreyttur, nennir ekki æfingu. Og þú veist, mér finnst ég oft finna það líka bara á, þú veist, hjartanum, ég fá þungan hjartslátt ef ég er að borða, þú veist, þessu bara eitthvað ógeðslega heavy pítsu og nammi og eitthvað svona. Þú veist, það verði bara eitthvað, ég er ekki að fara að taka góða æfingu núna, skilur. Nei, þú veist, ég er alveg búin að finna það bara í dag. Ég meina, þú veist, ég leyfi mér að borða eiginlega bara allt sem ég vil. Þú veist, ég seti einhver svona takmarkanir á mig, en ég reyni oftast að borða hollara og ég, kann einhvern veginn á því. Ég svona skammta mér kannski minna, skilur, af því sem ég er að borða, bara því svona ég veit að ef ég borða 4 pítsur, þá er ég að fara að vera með illt í maganum, skilju. Maður fara út þannig og maður líður illa og maður er með þetta. Já, þannig að svona borða hægar, borða kannski bara aðeins minna í einu og þú veist, ég veit ekki, og svo er ég bara með ákveðin ramma sem ég borða, skilju. Og það var ekki eitthvað að því ég mig langa alltaf að fasta, heldur bara að því að ef ég borða eftir klukkan 8, þá fæ ég bakflæði og þú veist, það hjálpaði mér að vera ekki alltaf með særindi í hálsinum þegar ég vaknaði og
Þannig að fyrir mér virkar bara ógeðslega vel að hætta að borða eftir klukkan 8. Já, maður sefur betur líka. Ég sef bara miklu betur og svo byrja ég að borða svona upp úr 10. Veist, og það bara virkar ógeðslega vel fyrir mig og bara mér líður vel. Þannig að þú veist, ég er ekki svona eitthvað að borða minna, ég bara, þú veist, borða bara innan ákveðin ramma, skilur, yfir daginn og borða bara eiginlega bara það sem mig langar í. 5 stundum nammið í daginn, I don't care, þú veist, ekkert eitthvað hám í mig. Svo eins með það líka, borða nammið, þú veist, að líka svona skammtið eitthvað nammið, ekki vera bara eitthvað, ég vil taka heilan póka og ég vil klára hann, þú veist, fáið ykkur 3-4 kúlur og bara don't be, þú veist, ekki vera með eitthvað svona shame yfir því. Nei, þannig að sko ég er í leita ekki þar, ég bara, þú veist, ég hef reynt mitt, skilurðu, og ég get ekkert bara eitthvað fengið mér 3 kúlur. Nei, þú bara verður að klára. Þú veist, það er bara annarkvort hrynja í það eða ekki. En mér finnst það betra, þú veist, það er bara mitt. Þú veist, ég er aldrei að kreyfa nammi á daginn, þú veist, það er frekar kvöldin sem ég myndi fá mér nammi, af því að mér líður alltaf ógeðslega illa eftir á. Þannig að ég vil helst bara geta sofnað og fara að sofa og bara, fuck this, bara, let's wake up tomorrow, bara fresh, þú veist. Sem ég gerir samt ekki ef ég er búin að hrynja í það. Nei, að það maður fær bara smá svona nammitingu, sko. Já, það er alveg pínu þannig, en þú veist, já, ég verð bara ógeðslega þreytt á sykri, þannig ég veit bara að ég fæ mér aldrei og mér langar aldrei í sykur á daginn. En svo, þú veist, leiði mér alveg stundum helgar, skilurðu, og stundum langar mér bara að fara í Nammiland og eins og seinustu helgi, þá fórum við bróið á Dominos og við fórum í Nammiland. Ég var verri á sunnudaginn heldur en eftir áfengi, sko. Já, andjóks. Þú veist, ég var bara, hvað mér líður illa, þetta er ömurlegt. En síðan er það líka svona það góða, skilur, þegar maður er búin að vera healthy í einhvern x tíma, það sem maður er bara, ok, þú veist, ég komin á góðan stað, mér líður óslega vel, og svo bara, ég ætla að leyfa mér og fá mér hérna eitthvað sukk og nammi og eitthvað. Og maður tekur eftir hversu ógeðslega illa manni líður þegar maður er komin í þennan pakka. Nei, líka bara, ég pantaði mér eitthvað Cajun pítsu sem að by the way, þegar ég sótt hana og ég tók upp pítsukassan, þá bara svona að laga olja bara niður. Ég er ekki fara með þetta til bíl. Og gæinn eitthvað, hey, sorry, this is just a pizza, it's so much oil. Ég eitthvað, fuck, var ég að kaupa þetta? Er ég bara að fara að éta þetta? Já, og þú veist, við bróið átum þetta, skilurðu, en þetta var góð pizza, en þetta var reglulega versta pizza sem ég borðaði bara svona upp á bara hvernig mér leið eftir á og eitthvað. Þannig að ég, þú veist, bara Dominos er í síðasta sæti. Ég myndi alltaf fá mig frekar, þú veist, flatbökunni eða bara pizzuna eða eitthvað annars. Ég held að manni líði oftast vest eftir dómara, sko. Hvað er málið? Já, ég held að sé eitthvað salt og eitthvað svona í þessu og gerið og eitthvað. Það er eitthvað í þessu. Ríkalegt. Já. The devil is in it. The devil. Við ætlum ekki að sponsora Dominos. Nei, þá varum við nú ekki eitthvað voðalega healthy og harra plana healthy, sko. En nei, það er má. Við fáum okkur oftast dómara á föstum, sko, og krakkar mér allt, já. Finnst ykkur pizzan ekki betri eða? Mér finnst það svo miklu betri. Já, þú veist, það er svona, jú, fín líka, sko. Við hefðum farið á pizzuna, en bara því að það lokar 11:30 og við pöntum okkur pizzu korter í 12. Já. Þannig að það var ekkert annað í búið en að fara á dómara, sko. Já, nei, en þú veist. Mér finnst pítsu bara yfir höfuð góð, mér finnst oftast elbakar góður en þetta er bara svona, þú veist, það eru nálægt heima dómari og þú veist, it's nice. En ef að halda áfram... Nei, tölum meira pizza. Let's talk more about pizza. Hvað pizzastæðir vilja spósa okkur? Heyrðu, hérna kemur hugsa betur húðina. Skincare, já, það er náttúrulega alls konar leiðir til þess, það er náttúrulega bara... Ég rakst á TikTok-vídeó þar sem að gælan var eitthvað að segja I've used my husband's semen on my face for this many years. Ó, nei! Jú, þú veist náttúrulega það er búið að vera, þú veist, allt þetta með salmon sperm. Já, salmon sperm og eitthvað. Kim Kardashian er alltaf að tala þú veist, en ég meina, facial sperm. Okay. Þannig að því er sprautað inn til húðina og allt það, en þú veist, það er ekki bara eitthvað, það er ekki sem er að rúka fiski og fá sæðið og bara sprautað, þú veist, það er notað úr þessu ákveðu, þetta fyrir gegnum prósess, þú veist, þú ert ekki bara eitthvað með jizz og bara in your face. Þetta er ekki bara maski bara. Nei, en þessi gælla, hún lætur kærasta sér runga sér í glas og svo er hún bara eitthvað, og bara, og hún var svo bólat í framan. Ó, nei. Bara, so it doesn't work, ekki gera það. Shit. Þannig að bara eitthvað, if you juices on your face, wash it off. Já, ekki vera bara eitthvað bitur leiðum mér aðeins hérna, set in it a little bit. Nei. Það er svo mikið af skrýtnum trendum, en þið bara, please, ekki trúa öllu sem að er á netinu. Sko. Svo var þetta með hrísgrjón og vatni og eitthvað, það var líka eitthvað þeng. Hrísgrjón og vatni? Já, það var, þú veist, fólk að setja hrísgrjón í pott og
í rauninni bara nota, þú veist, vatnið þegar það verður svona hvítt. Svona gruggugt. Já, og nota það í, sem sagt, cotton pad og setja það yfir einhvern veginn allt saman á, þú veist, þú hreinsar eiginlega með því eða eitthvað. Ha? Já. Ég held þú eftir að þú veist, maður á að skóla oft hrísgrjónin sín og þegar það alls konar shit. Já, eða þú veist, þú átt að skóla, sko. þú veist, skóla hrísgrjónin 3 eða eitthvað og svo nota vatnið sem kemur eftir 3. skiptið. Já, en svo náttúrulega ef maður alveg það þarf ekki að vera lífræn hrísgrjón og alls konar eitthvað. Já, fattur það er ekki svona pesticides og já, ég veit það ekki. Mér finnst svona oft eitthvað svona mikið trending sem allir að missa sig yfir og svo er þetta kannski bara eitthvað BS. Já, notaði bara það sem notaði bara eitthvað cleansing water eða svona hvað heitir það, mineral water eða eitthvað þannig. Ég meina svo mástu líka vera að sjóða einhver fræ sem verða svona gooey. Það átt að virka eins og botox og verða ekki snetst og eitthvað. Já, og svo var ekki fólk eitthvað svona að taka svona banana peels og svona nudda til að fá svona eitthvað svona botox. Já, akkurat. Nei, veistu, ég held að ég hef ekki bólu þegar ég prófaði það. Well, let's try this. Já, nei, ég hef ekki gengið svo langt að prófa eitthvað svona. Oh my god, ég var hlýnulegt samt því daginn, ég ætlaði að vera eitthvað svona höfum maskakvöld, eitthvað voða næs, eitthvað svona og var úrslega langt síðan að gera það og svo fann ég svona clay-maskar sem ég hafði ekki notað úrslega lengi og og ég myndi svona þrífa mér andlitið og set fyrst á hlinn og svo set ég hann á mig og ég byrja bara að sjá bara svona, ég byrja bara að vera rauð undir og ég bara, oh my god, bara hvað er að gerast, þannig ég bara þríf hann af mér og ég bara sko eins og epli og ég var búin með hann í 2 mínútur á mér og ég eitthvað, Linur, drifðu það sko var hann líka rauður? Já, ég var svo miklu rauðar en ég var samt búin að vera með hann styttra sko ég veit ekki hvort það hafi verið eitthvað svona meira ertinga því ég var að þrífa mér húðina en þú veist, þetta var bara eitthvað hvað var í þessu maska? Þetta var samt bara svona clay-maski, ég hafði örugglega einhvern tímann notað hann áður en ég hugsaði samt sko að þegar maður er örugglega gamall og það er oft svona 6-12 mánaða dæmi á svona möskum sko og hann er örugglega bara eitthvað að fara að gerjast þarna í eða eitthvað en ég er alveg bara svona pössum okkar að þessu, ég hendi hann bara ruslið sko af því að þetta átti örugglega ekki að gerast og þetta er náttúrulega, þetta var alveg náttúrulega maski allt það, þetta var bara svona clay-maski svona charcoal og ég hugsa bara, það hefur örugglega verið bara eitthvað orðin gamall og þannig að við maskakvöldið okkar varð bara að engu þetta var nice so nice, fá okkur smá maska hérna Nú er líka allir með svona, þú veist, infrared svona grímur og þannig, þú veist Já, það eigum svoleiðis Gæti frekar verið, þú veist, þannig, með svona rauða grímu saman Já, við erum reynda bara eina, þannig að þurftum að skiptast á, sko en við erum ekki duglega að nota hana, sko þetta er meira eitthvað svona, ég held að sé nokkur ljós á þessu En þú veist, að auðvitað er alveg jafn mikilvægt að hugsa húðina eins og að borða rétt, en þú veist, þetta tengist allt saman, þannig að þú veist, ekki bara targeta einn þáttinn, targeta allar hliðar. Já, sko, húðin er alltaf stærsta líffæri okkar og það sem þú setur inn, það kemur út. Já, og það sem þú setur á, fer inn. Já, þannig að þú veist, ándjóks, þannig að basically þetta er bara allt sem þú setur á húðin, þetta fer út í blóðrásina. Þannig að bara passi ykkur allt sem þeir að setja á ykkur sé ekki allt bara stútfullt af einhverjum chemicals því að ég hef alveg séð bara á mér persónulega, ég er mjög viðkvæm húð, ég er með svona skrifhúð líka þannig að ef ég klóra mér þá verður ég bara eldrauð sko og ég er með rósróða og alls konar og svona, þannig að ég hef alveg svona fundið mitt svona til að ná því niður sko og þetta ég sé ekki verið með rósróða? Já, bara aðeins kinnum sko, ekkert alvarlegt En ég hef tekið eftir að nota rétt vítamín, borða rétt og alls konar, þú veist, þetta bara helst allt í hendur og þú veist, ekki fara í fucking ljós, don't do it, það er ógeðslega óhollt og krabbameinsvaldandi, og ég bara, þú veist, persónulega búin að taka fullt af fæðingarblöðum af mér, örugglega svona 20, bara og þú veist, ég fór aðeins í ljós þegar ég var krakki einhvern tímann og ekki gert í mörg ár. Sólin er ekki eins slæm. Notabene. Ég er ekki á móti fólks í sólinni og þú veist, passar sig bara og ekki of lengi, en þú veist, ljósabekkinir eru bara allt annað dæmi, sko. En já, sem bara eins og mitt skincare til dæmis bara, þú veist, er ógeðslega simpul í þessu. Ég nota serum, retinol, C-vitamin, rakakrem. Já. Simpul. Já. Og stundum, Hvaða retinol notar þið? Frá hvað merkjum? Bara, ég vil segja það, því að það er ekkert að vera spóns okkur. Já, ég er smá bara svona, ég vill ekki vera neindroppa. Nei, það er rétt. Svona segir mér það þegar við erum búin að slökka á þessu. Well, þannig að þú veist, við neindroppum ekki, en þú veist, það er fullt af flottum retinólum til, sko. Já, nákvæmlega.
En ég bara reyna að nota alltaf bara svona meira clean vörur. Já, þú veist, já. þannig að sé bara, þú veist, hreint retinol eða, þú veist, hreint rækakrem og svo er verið að nota, þú veist, aðeins svona, hvað heitir það? Oh my god, ég glemdi hvað það heitir. Þetta er allavega bara húðolía og þú veist, má fara í andliti líka, hérna hafrið og allt líka, þannig að, þú veist, og ég nutta henni oft svona, gerir svona eins og gua shea með puttanum, eða er að horfa og svona, er þetta svona Já. face massage, basically bara. Já, eins og þarna skafan sem að maður nota líka. Já, en mér finnst þetta algjört bullshit, ég finnst miklu þægilega að nota puttana og þú veist, bara nota bara, þú veist, þetta, skilur, Já. þú veist, já, tekur hérna og hérna, skilur, þú veist, og nota bara hérna, núana bara. Þannig að það er alltaf betra, sko. Er þú með eitthvað sérstakt skincare? Já, þú veist, ég ætla náttúrulega, já, ekki neymdroppa, en ég nota í rauninni bara, þú veist, hreinsivörur, byrja því, Já, til þess að taka make-upið af. Auðvitað gerir það líka. Og þó ég sé ekki með make-up, þá nota ég samt, af því þú veist, það er bara, Þú veist, bara alls konar óhreinindi úr loftinu já, og bara eitthvað. mengun og allt. Já, þannig að ég geri það og líka bara, þú veist, olíur sem að koma inn á frá og koma út og maður hreinsa það af. Já. Og svo nota ég rakakrem Já. og ég nota, þú veist, fyrir augun sérstaklega Já. og fyrir andliti sérstaklega og þetta er, sko, því ég er alltaf svo rosa þurr í húðinni þannig að þetta er extra hydrating og ég er með búin að taka eftir að, þú veist, ég kaup mér alltaf kókonöttvatn af því það er í rauninni meira hydrating heldur en venjulegt vatn. Til að þrífa? Nei, til þess að drekka bara, af því að ég er alltaf svo... Já, það er meira hydrating, það er rétt, já. Þannig að mér finnst, sko, og ég líka er að, þú veist, inntaka 3 tegundir af olíu daglega, af því að mér finnst það líka hjálpa. Já. En og stundir nota ég mér sem bara kókonöttolíu til þess að þrífa farðan af mér ef að, þú veist, ef það er mjög mikið frostandi, þá ger ég það. Já. Af því ég er með þess að þurrur, ég höndla það, ég fæ ekki bólur, skilur. Nei, akkurat, ég held að ég get það til dæmis ekki, að þú veist, ég þyrfti þá að nota kókosolíuna og svo sápu bara til að ná olíunni úr, sko. Já. Þannig að, já, það er helt sem misjafnt, þannig að maður svona þarf að passa sig á öllu svona olíuhreinsum og svona. En svo er ég sérst með, eftir rakakremi, þá er ég með, sérst, ákveðna típur af retinol eða retinoids eða svona þannig olíu. Retinoids og retinol er ekki það sama? Nei, ég veit það, en þú veist, það er hægt að fá þetta í combined. Já. Sérst, að þetta í retinoids eru 3 típur oftast, en þú veist, retinol er oftast það sem er í bara svona normal skincare, en svo þú veist, þarf að leita lengra til að fá hérna típurnar og oft mikið lyfseðilsskylt og ég myndi ekki þora því að þú veist, en já, við skulum ekki fara það. En já, þannig að basically þá er það bara mín skincare, sko. Ég er ekki með eitthvað flókið og þú veist, eitthvað ótrúlega mikið og ég nota ekki tóner. Ekkert eitthvað 12-step skincare. Nei, ég nota enga tónera, ég nota ekki serum. Nei. Og ég er ekki nota maska. Já, ég nota serumið af því út af rósröðunum. Það er það sem hjálpar mér, sko. Já. Ég finn það alveg bara, ef ég sleppi seruminu þá kemur rósröðun aftur. Þannig ég er búin að finna mitt serum fyrir rósröðun. It helps og ég er ekki með neitt núna. Ok, nice. Love it. Já, þannig it works for me. Þannig en já, þannig að bara take care of your skin. Það er misjafnt fyrir hvernig hvað virkar og bara, þú veist, find yours. Já. Það er bara, en mjög mikilvægt hins vegar. Hérna kemur eitt sem er skemmtilegt. Reyni að gera 1 góðverk á dag. Cute. Já, það er óslega cute. Mér finnst það skemmtilegt. Mér finnst það er alveg svona, það er alveg erfitt líka samt. Því, þú veist, það er svona fer kannski eftir í hvað svona kringumstæðum maður er í, hvernig góðverk maður getur gert. Já. En það þarf samt líka bara ekkert að vera svo mikið. Maður getur þess að vera bara eitthvað, hringi einhvern sem að maður er ekki búin að heyra í lengi eða já, hrós einhverjum. Já. Þú veist, segja bara eitthvað svona, þú veist, já, bara voðalega lítur vel út í dag eða eitthvað svona, bara eitthvað cutesy. Það er alveg góðverk líka. Þannig að það þarf ekkert að vera svona stórt. Já, bara eins og social media, þú veist, einhver setur eitthvað geggjaði story, þú veist, hrósa fyrir það. Já. Eða, hrósa, maður getur hrósa útliti eða... Supporting your friend's business, skilur, vera eitthvað svona, það er bara góðverk, skilur, þess það hjálpar alltaf. Like og posta, eitthvað svona. Senda eitthvað cute reel. Hlusta á podcast vinkonur ykkar, hlusta á podcast sem er að koma sér áfram. Já, en þú veist, bara... Við erum samt alveg, eða ég allavega ekki tala út frá minni reynslu, mér finnst margar svona stelpur eða konur vera svolítið svona að segja að þegar þær byrja eitthvað ákveðin okkur tala ég svona. Hvað er gangi? Ok, ég ætla að... Það er rosalega, espið upp, ég er ekki bara kött út. Sorry. En já, keep going. Þegar það er að byrja einhvern business,
að það sé yfirleitt ekki vinir og vandamenn sem eru the biggest supporter fyrst. Og mér finnst það ógeðslega svona interesting topic og eitthvað sem við getum tekið sérstaklega fyrir í nýjum þætti. Já, mér finnst líka einmitt að þetta er ótrúlega góð punktur. Af hverju er þetta alltaf eiginlega random fólki, einhver, malahalla sem að engin veit hver er og er út í heimi já, sem er að followa þig, eru alltaf að like'a og supporta og kommenta á allt en ekki vinirnir, þú veist sem dæmi, maður er bara svona wait a minute. Ég er alveg með mjög gott take á þetta og við skulum kannski bara set on that í öðrum þætti og við taka þetta svolítið fyrir bara og já, þannig að mér finnst þetta mjög áhugavert topic að þetta meikar mjög mikið sens og ég hef pælt mikið í þessu og this is for another show, þannig að þú veist, keep on watching ef áhuga að hlusta það. En hvað er næsta? Áfram með markmið, bara koma hérna að opna þetta, já, hérna líka, vera duglegri að hringja í vinkonur eða hittast. Já, sniðugt, ætlum við ekki alltaf að hafa eitthvað spilakvöld einu sinni í mánuði? Hvað var það? Það er einhvern veginn bara þegar maður er fullorðin, sérstaklega maður er komið börn og skil. Já, þú veist, ég er ekki með börni, ég er samt alveg busy, sko. Þannig ég hef enga afsökun. Nei, þú veist, svo bara einhvern veginn svona, maður verður bara að finna sér tíma, en svo getur maður alltaf verið duglegri að hringja eða þú veist, ég veit ekki, ég er líka bara svona, ég fær svona, sendi vinkonum mínum og ég sé eitthvað skemmtilegt reel eða eitthvað maður á Instagram, bara þú veist, þá var maður einhvern veginn svona, þú veist, en ég var náttúrulega skemmtilega að vera duglegri að hittast og gera eitthvað, en það kannski meira líka bara þú veist, maður er ekkert að hittast kannski eins og í den. Núna er þetta meira bara svona, eða er eitthvað til og það er kannski meira bara svona, eða finna eitthvað svona, ok, þú veist, við erum að fara að hittast og eitthvað. Ég hitti þér okkur mest af öllum vinkonum mínum af því við erum alltaf með podcasti og við erum, þú veist, bara, já, við erum alltaf í bandi. Við erum besties! Sorry, það er streið. Við erum bara bráplið. I'm sorry. Yes, we are. Fyrirgefðu bara. Ég heyr alltaf við erum besta vinkonum mín. Sorry, það er smá fólkur í mér. Klukkan verið margt. Já, það komið seggan sem ég gerði, sko. Bára er búin að vera mikið að. Skulum ekki espa nú mikið. Ég er búin að vera í mikilli vinnu sem eldsnemma í morgun. Þannig að við erum loksins svona að setja vinnubáru til hliðar. Nú erum við komin í hérna og herra planibáru, sko. Já, ok, þetta er mig í gang, ok, næst spurning. Já, verið duglegri að hringja í vinkonum ykkar og rækti vinasamböndin og já, þú ert besta vinkonum mín og ég elska þig. Yay! Já, svo kemur bara hérna mynd, borða holt, það er svo sem við tókum svolítið okkar teik á það áðan, það er þess náttúrulega bara finna sinni rytma. Ég ættu bara það sem við vilt geta. Róttar sér spennaði. Já. Nei, þú veist. Hvað er í gangi? En bara borðið holt og leifið ykkur í hófi, skilur, reynið að finna hollari choice. Æ, byrjast. Herðu, hérna kemur samt eitt. Posta meira á social media. Ok. Það verður duglegri að posta á social media. Já. Það getur oft ekki á. Já. Það er alveg, ég persónulega fæ stundum bara svona blokk bara. Já. Þú veist, það sem ég fæ maður ógeð bara. Já, bara svona fuck everything þegar kemur á social media. Þú veist, bara langar ekki að sjá neitt og langar ekki að sýna mig neitt og langar bara ekki að vera til nema bara í núinu. Já, nei, svona ángriðs, það er alveg gott að kúpla sig það stundum út. En ef þú vilt vera að reyna að stefna eitthvað herra og reyna að grow your platform, þá væntanlega þarf þetta setja eitthvað út. Já, ég verði líka bara svona overwhelmed þegar kemur social media, þú veist, það er svo, var að horfa TikTok daginn, það er bara, if you want to grow on social media, you have to post like 3 times a day, já, bara, Nei, hefur þið pælt samt í því? Ég fæ stundum bara svona, ég opna TikTok og þá kemur bara bang, þú veist, ég er bara, næsta og þá kemur næsta stimulation og maður er bara, býtu, fuck, ég ætla bara að loka það eins, þetta er mikið. Já, ég ætla bara aðeins og bara, þú veist, mér langar ekki alveg beint að vera. Það er allir ógeðslega æstir og þetta er bara nýtt vídeo eftir nýtt vídeo og maður er bara eitthvað. Minn algoritmi reyndar er orðinn svolítið svona, mikið svona spiritual pep og eitthvað svona, þú veist. Okay. Þú veist, þannig ég er svona búin að finna minn algo þarna og þú veist, og vídeón er aðeins lengri sem ég er mjög næs með TikTok, Instagram er rosa mikið bara svona reel, 30 sekúndur, ógeðslega mikið eitthvað blóð, þú veist, og ég verð bara svona pínu overwhelmed, af öllu og þú veist, en þannig að mér finnst TikTok aðeins stælar þarna af því að þú stundum komum bara einhver svona sögur, það sem einhver er bara svona að segja frá, bara svona, ég bæði með svona horrorsögur, þú veist, það er mjög skemmtilegt, það er eitthvað svona fólk að segja eitthvað svona, þú veist, einmitt í podcastum og ekki, sko, og svo er einmitt líka kemur eitthvað svona,
inspirational speeches og eitthvað svona sem Já. ég einslega skemmtilegt að hlusta á. Þannig að, Ég samt stundum saknaði gamla Instagram af því að þú veist, ok, það pirrar mig pínu sem með TikTok að þú ert með vinina svona sér, þú getur bara að fara í Friends og bara skoða bara Friends og þeir sem þú ert að followa. En á Instagram þá kemur bara allt í einn döðlu og mér finnst ég, þú veist, nema ég, þú veist, flaggi nákvæmlega fólki sem svona stjarnan og sé close friend eða eitthvað. Þá finnst mér ég bara oft, þú veist, ekki sjá að það er svo mikið að rílum og bullshiti frá alls konar svona öðrum síðum. Já, þú að skoða bara feedið? Já, þú skoða feedið, þú veist, af því það er ekkert svona friends feed á Instagram. Nei, það vantar svolítið. Já, mér finnst það af því að stundum langar mig bara að skoða það sem vinir mínar setja inn, en allt hitt bullshiti er að trufla. Já, það komið rosa mikið þannig, ég tekið eftir, maður er bara svona, þú veist, mér langar bara svolítið svona að skoða það sem ég er að fylgja. Já, og mér langar að geta haldið, þú veist, svona síðum og komið of mikið suggested, sko. Já, það bæði það og líka þegar ég er að followa fullt af kannski make-up síðum og fyrirtækjum og eitthvað svona, og mér langar bara að hafa það sér. Já, og geta svolítið filterað. Já, geta filterað út bara vini mína og ég vil bara sjá þeirra feed. Þannig að Instagram, fix the shit. You need to get your shit together. It's a mess. Já, það er svona smá þannig, sko. Það er pínu þannig. Það er eins og þeir sé alltaf að reyna að vera eins og TikTok eða eitthvað, en þú veist, er alltaf svona one step behind. Já, akkurat. En líka bara þetta sem með að posta meira, skilur. Postaði þig bara. Já. Þú veist, don't give a shit hvað öðrum finnst. Það er alltaf einhver sem er að fara eitthvað með einhverja skoðanaði. Það skiptir ekki máli, postaði þig bara. Gerði það sem þú vilt, hafðu gaman að þig. Lífið er ekki alvarlegt and no one gives a shit. And somebody gives a shit. Já, og líka bara, þú veist, by the way, það er bara hægt að hashtagga 5 sinnum núna á Instagram alveg eins og TikTok. Maður gat alltaf að hashtagga bara 30 hashtagga eitthvað. Það er alltaf að kópja. En þarna, ef þú ert að koma það framfæra á samfélagsmiðlum, þá finnst mér verðt að segja að ekki vera hræddur við að fá nei. En þú veist, það er 100% að fara að gerast. Ég veit það, en þú veist, fólk er svo oft bara eitthvað svona, ég er ekki að þora að byrja, en ok, ég ætla að prófa að senda þetta fyrirtæki að þetta til samstarf. Og það kemur bara, nei, þú ert alltaf lítill fokkaðir, þú veist, eða eitthvað. Nei, ég bara... Fokkaðir bara, ok, sorry. Þú veist, ég bara segja, ef það kemur bara eitthvað, þú veist, eða bara sín og bara ekki svar, þetta er bara eitthvað diss. Og þú veist, maður getur tekið persónulega fyrst. Yeah, don't do it. Bara, ok. Thank you, next. On to the next, já. Bara ekki láta bugga þig þó þú fáir neitun einhver staðar, það mun alltaf einhver segja já. Þannig að keep on going og þú veist. Nákvæmlega, bara, þú veist, halda áfram þínu og ekki líka bara, þú veist, ekki selja þig too short, skilur. Ekki vera að, þú veist, gera of lítið úr því sem þú ert að gera því að þú ert ekki með x marga fylgjendur, þú veist, halda bara áfram og síðan finnur þinn plattform þig. Já, og þú veist, þú gerir bara það sem þú vilt gera og fólki finnur þig, ekki öfugt, skilur. Þú ert ekki að reyna að, þú veist, finna fylgjendur, heldur fylgjendur finna þig og þeir sem fíla þig fylgja þér fyrir þig. That's it. Já. Þannig að, post that shit. Nákvæmlega. Herru, ferðast meira? Já, það er alltaf gaman. Það ekki. Alltaf gaman. Þetta er náttúrulega bara, love it. Þú veist, já, það er náttúrulega mjög erfitt að vera eitthvað að reyna að safna pening og reyna að gera allt í lífinu og ferðast meira því að þú veist, að ferðast náttúrulega bara tæmir budduna stundum. Já, það er líka minn svona, þú veist, ferðast innanlands eða utanlands, þú veist, það er bara ógeðslega dýrt að ferðast innanlands líka, þú veist, en það er náttúrulega, ég veit ekki, hægt að náttúrulega setja eitthvað púk og fara saman í bíl einhvers staðar og þú veist, fer náttúrulega eftir hvað fólk er að gera. En þú veist, maður sér núna fólk eins og bara TikTok sem er búið til svona vídeo eins og hún hérna Skvís íslenska sem er rosa mikið svona að kenna fólki að spara og eitthvað. Er það ljósara? Oh my god, hvað heitir hún? Já, hérna... Íris? Já, það ekki, hérna Jú, bókarinn. Já, akkurat. Já, hún er til dæmis búin að vera bara eitthvað ótrúlega sniði og þú veist bara er að setja upp svona Excel-skjal og bara þú veist þetta eyði í mánuði í þú veist útgjöld það sem eftir er ég bara dáist að henni, ég get ekki svona og bara þetta fyrir ná þú veist bankabók fyrir bara svona sem ég er að safna með fyrir framtíðina eða bla bla þetta fyrir ná ferðareikning þú veist af hverju er maður ekki bara með fleiri reikninga og leggur bara inn þú veist ég er endar búin að gera það sko það er mjög sniðugt það er mjög þægilegt ég er með svona þú veist bara af því maður er alveg með eina bók eða tvær sem eru svona vaxtabækur en þú veist Ég er bara 3 sko. Þú veist að því eitt þarf að vera, þú veist, í sjúkratryggingar eða sjúkrasjóð ef að til dæmis ef að dýrin veikjast eða eitthvað, eða bílasjóð ef að bíllinn verður fátt. Já, svo ferðarsjóð og svo bara, þú veist, bara og svo kannski eitt varasjóð, skilja. Já, overall eða þú ert að safna fyrir íbúð eða eitthvað svona, þú veist, þannig að allt innum er komið bara eitthvað. Já, þetta er svolítið svona, ef þú ert með einhver markmið, þú veist, náttúrulega peningulega séð, þá náttúrulega er svolítið sniðugt að vera með nokkra reikninga. Og divæta þá svolítið niður. Já, og þú veist, og þetta er bara, ég fekk rosa gott svona ráð að
að borga inn á sparnareikninga og þú horfa eins og sért að borga reikninga. Já. Þú veist, þetta er bara eitthvað svona, þú Já. þarft að gera þetta og þú veist, þú getur ekki tekið það tilbaka. Bara pay yourself first. Já, ekki þú heldur vera að tegja eitthvað svona í nema Nei. að sé eitthvað nauðsynlegt náttúrulega þetta ef það er eitthvað svona að kemur eitthvað upp og ég verði að fara í, þú veist, eitthvað svona bara, en ekki vera eitthvað, mig langar að kaupa mér hérna eitt og ég ætla að tegja mig í sparreikningin, don't do that. En þú veist, þetta mentality, eins og eftir bókina Rich Dad, Poor Dad, eða þeir eru búin að hlusta á hljóðbókina á Spotify, að þá tala hann alltaf það að pay yourself first. Þó hann meini kannski ekki alltaf þannig að þú veist, þú ert kannski að borga þér eitthvað x mikið í mánuði eða leggja til hliðar fyrir því x mikið í mánuði en einn mánuðin þá færðu bara þetta sem er bara nóg fyrir reikningunum. Þú maður ekki endilega að segja ekki borga reikningana, leiði þetta allt til þín, þú veist. En hann vil samt meina að þú ert með þetta mentality að pay yourself first að þá myndu alltaf finna leiðir til að borga reikningana eina því þú þarft að borga þá. Já. En það er auðveldara að þú borga fyrst reikningana að borga þér ekki af því þá ertu bara þá getur borga mér næst. Já. Þannig að þú veist, það er þetta mentality að ekki setja, þú veist, einhvern veginn setja sjálfa þig alltaf í þessa stöðu að geta neita þér að borga þér. Já. Þú veist, það á að vera jafn mikið, svona, þú verður að borga þér eins og reikningarna eina, af því að annars ertu ekkert að fara, annars er alltaf eitthvað distraction, mér langar nýja kápu, mér langar í þetta, þá er alltaf innum peningarnir farnir allt annað, skilurðu. Já, ég veit ekki en ég er endur samt alveg þannig, ég borga alltaf reikningunum minni fyrst. Ég veit það. Ég fæ alveg bara svona, ég meika ekki að láta að bíða, sko. Cannot. I know, en þú veist, ef maður er með þetta mentality að þú veist, koma sér á þann stað að geta alltaf pay yourself first, skilurðu, þá er það alveg geggjað. Já, ef þú náttúrulega komið þangað, sko. Já. En einmitt, þannig að það er svolítið bara svona að spara og finna sparnaðarleiðir ef maður vill ferðast meira og þú veist, þá setja það sem markmið að þú veist, einmitt, bara fyrst, kannski einmitt, stofna ferðarreikning, leggja inn á hann, gera eitthvað skemmtilegt. Þannig að það er allt hægt, sko, svo bara vera dugleg að vinna. En já, Stundum mér að self-care. Já, stundum mér self-care, já. Akkurat. Já. Ég þarf að fara. Já, Bára er á klukkunni. We gotta go. I gotta go work, Já. show some real estate. En já, þarna var allavega bara svona, seinasta var stundum mér self-care. Sem er basically allt sem við erum búin að tala um. Já, það er allt bara svolítið svona self-care og þú veist, ég meina, svo er bara alls konar leiðir. Við erum náttúrulega með fullt af alls konar ráðum á hinum podcastunum okkar líka. Við erum náttúrulega alltaf í því að koma okkur að herra plan og gera eitthvað skemmtilegt. Og það er svo mikið skemmtilegt í vendum, þannig að bara alls ekki missa af neinu sem er að fara að koma af því að 2026 verður amazing. Love it! Já, og ég bara óska ykkur alls Gleðilegt besta. nýtt ár. Já, gleðilegt nýtt ár og vonum að markmiðin ykkar verða verulega og að All your dreams come true! all your dreams come true og bara ykkur liði ógeðslega vel og þið eru ógeðslega happy og eru ánægð með okkur og ánægð með þetta podcast. Já. Herru, bara takk fyrir